Þá ætlum við að fara aftur niður í menningarhúsið Hof og því næst ætlum við að hitta Halldór Halldórsson, formann Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ferðaþjónustan nú þegar farin að hafa mikil áhrif á innviði víða. Það væri ekki svona mörg kaffihús eða veitingahús víða landið eða það væri ekki fyrir ferðaþjónustuna. Það áskorunin sem framundan fyrir landsbyggðina og sérstaklega staðir sem eru lengst út á landi, minnstu staðina, það meiri dreifing ferðafólksins, jafnt sumar sem vetur og þó sérstaklega á veturna. En við sjáum að höfuðborgarsvæðið að ná töluvert vetrarferðamennsku, bara mjög mikilli og svæðið þar í kring. Akureyri alveg að stimpla sér töluvert þar inn og þegar við náum þessu víðar landið, að þá erum við búin að skapa einhver heilsársstörf. Það áskorunin. Og það það sem við hreinlega getum séð og þar gætu orðið hagvaxta möguleikar landsins og þar að leiðandi ríkissjóðs og þar að leiðandi fullkominna sjúkrahúsa ef þetta verður sett upp eins einfalt og hægt í draumsýn margra. En við vitum það að þetta gerist ekki að sjálfu sér. Og hvað þurfa sveitarfélögin að gera? Það á annan veg þarf að tala þeirra máli innan stjórnstöðurinnar en þau hljóta að hafa einhverja ábyrgð líka. Hver þeirra ábyrgð í þínu mati? Ég vil meina að sveitarfélögin hafi axlað mjög mikla ábyrgð í ferðamálum og hafi lengi veðjað á ferðaþjónustuna. Vegna þess að sveitarfélögin hafa rekið tjaldstæði, þau að vera að markaðssetja sig, gagnvart ferðaþjónustunni, þau að vera að reka upplýsingamiðstöðvar og svo framvegis og vonandi geta þau smá saman bakka út úr þessum málum eins og að reka tjaldsvæði og þess áttar vegna þess að bara ferðaþjónustan verður orðin svo sterk. En það sem að sveitarfélögin þurfa að gera mjög víða að byggja betri grunngerð, að byggja betri aðstöðu mjög víða á stöðum sem að tilheyra þeim. Og þá kemur framkvæmdasjóður ferðamannastaða mjög öflugur inn. Hann núna með kröfum 50% mótframlag. Og ráðherra gaf ádrátt það hér áðan að lækka það og ég vil náttúrulega helst að það verði ekkert mótframlag frá sveitarfélögum. En segjum sem svo að það fari niður 10% og það bara gjörbylting fyrir sveitarfélögin og möguleika þeirra til þess að byggja betri aðstöðu fyrir ferðafólk og það algjörlega lífsnauðsynlegt fyrir okkur því að við erum 330.000 Íslendingar, við erum yfirleitt svona 430 til 500.000 í landinu á sama tíma út af þessu ferðafólki og þau eru bara að nota alveg rosalega mikið á okkar grunngerð. Það eru ótrúlega tækifæri fólkin í því. Jafnvel þó að sveitarfélögin hafa náttúrulega lagt gríðarlega áherslu á það að valdi færist í sífellt meira mæli inn á sveitarstjórnarstig, þá því ekki að neita að sveitarfélögin eru gríðarlega ólík í eðli sínu og valla þess vegna fara nú sumir að tala landsbyggðirnar í fleirtölu til að mynda, af því að það erfitt að bera saman Skútustaðahrepp eða Akureyri eða önnur sveitarfélög. Þetta er svo mikill munur á þörfum og getu hvers og eins til þess að standa undir því sem til þeirra vænst eða þau vilja. Sérðu fyrir þér að það skiptir máli í þessari stjórnstöð einmitt sem á að vera að einfalda þessar boðleiðir og einfalda regluverki að þarna þurfa að taka tillit til þess með einhverjum hætti? Já, algjörlega. Og ég til dæmis varðandi það sem ég sagði uppbyggingu. Þú nefndir Skútustaðahrepp sem mjög víðáttumikið sveitarfélag en lítið samfélag. Þannig að og fær mjög litlar tekjur sveitarfélagi sjálft af ferðaþjónustunni eins og bara mjög víða. Þannig að það eru algjör skilyrði til dæmis að Skútustaðahreppu sem þarf að byggja eitt og annað upp í þjónustu við ferðafólk þurfi ekki að borga 50% mótframlag. Það líka annað skilyrði sem á við öll sveitarfélög landsins og það það að tekjur af ferðafólki skili sér betur. Og þess vegna hafa sveitarfélög verið að leggja til að fá hlutdeild í einhverjum ákveðnum sköttum eins og virðisaukaskatti eða slíku þar sem að því að þeir koma svo hratt inn. Útsvarið nefnilega ekki svo mikið að skila sér til sveitarfélagana, sérstaklega það sem kannski bara ferðaþjónustu í 3-4 mánuði á ári. Þá kannski fólk að koma víða annars staðar frá til að vinna, fer svo aftur, jafnvel margir sem koma erlendis frá. Og þegar að tala innviðina þá nú ekki síst tala bara hreinlega grundvallaratriði eins og klósettaðstaða. Já, eins og hann sagði hérna frá Nýja-Sjálandi að þá bara það náttúrulega eina af algjörum grunnþörfum og það eru mikil tækifæri fólkin í því að vera með góð klósett og góða klósettaðstöð vegna þess að fólk stoppar þó að minnsta kosti á meðan og gerir svo ýmislegt fleira, kaupir sér eitthvað og svona, þannig að þetta dýrt, það er dýrt að byggja svona upp, ekki síst einhvers staðar út á mörkinni, þannig að þetta er eitt af því sem þarf að styrkja og styðja sveitarfélögin í. Það er svolítið gaman búið að vera að hlusta hérna í morgun að það er náttúrulega mikið rætt ferðaþjónustuna, rætt þessar hagvaxtarspár og þennan ljóma sem kemur í augun á fólki, sérstaklega finn ég hérna út á landi þar sem að fólk bindur mikla voni við að það geti tryggt stóðir sínar og hreinlega fá að búa heima hjá sér áfram. Og maður hefur, en þarna voru spurðar pínu grundvallar spurningar sem maður svona staldraði við og hugsa, já,
býtu veit ég hvað mér finnst það? Það að segja til hvers væntum við að ferðaþjónustunni, til hvers ferðaþjónusta og ef ég spyr þig bara, hvað vilt þú fá út úr íslenskri ferðaþjónustu, bara í þínum huga? Ég vil fá það út úr íslenskri ferðaþjónustu að hún skili góðum tekjum til samfélagsins. Ég veit að ferðaþjónustan gerir það að verkum að við erum að byggja upp, við erum með fleiri veitingastaði og kaffihús og eins og ég sagði áðan. Ég geri líka þær kröfur að hún standi undir í rauninni betri vegum og svo framvegis. Ferðaþjónustan þarf að borga þetta sjálf. Hún komin á þann stað og hún þarf að skila nægum tekjum til þess að peningar til þess að byggja upp grunngerðina sé ekki teknir annar stað frá. Við erum bara hreinlega komin á þann stað. En svo nefndur glampa í augum og allt það, svo verðum við líka að passa okkur. Hann hérna frá Nýja-Sjálandi sagði það ekki endilega þó að stefnumótun í ferðamálum fyrir landsvæðin sé mikilvæg. Það var ekki hún sem að skila flestum ferðamönnum. Það bara gengið á krónunni. Það bara gengið á gjaldmiðlunum. Er rosalega dýrt að koma eða er bara miðlungsdýrt eða hvað það nú er. Þetta er bara mjög stóra áskorun fyrir okkur með krónuna sem að fer upp og niður. Og við verðum einhvers staðar að vera mjög á vaktinni því að það eru miklar fjárfestingar í ferðaþjónustunni í dag á Íslandi. Er sem sagt kannski ekki stærsta markmið að einstök fyrirtæki eða mörg fyrirtæki skili miklum gróða til eigenda sinna heldur að þetta sé ólíkt í því í eðli sínu og það sé það samfélag sem að hýsir náttúruperlur til að mynda sem myndi á endanum hreinlega hafa bættara samfélag sem er einhvers konar markmið með ferðaþjónustu. Já, ég tel reyndar að það eigi við öll fyrirtæki, þau eiga að bæta sitt samfélag og eigendur eiga að taka hóflegan arð út af sínum fyrirtækjum vegna þess að það hafa lagt fjármagn og vinnu og þess áttar sem að taka áhættu í nokkur ár, hvað sem að maður að reka sjónvarpsstöð eða ferðaþjónustu fyrirtæki eða hvað það er, en þá bara að vera hóflegur arður sem að eigendur taka sér, þannig bara á það að vera. Annar arður rennur þetta til samfélagsins í ýmsu formi, í því formi að fólk fær vinnu, í því formi að aðri þjónustuaðilar eru að þjónusta þá sem eru með ferðaþjónustufyrirtæki og svo framvegis. Þannig að hóflega arðsemi, enga græðgi og pössum okkur líka í ferðaþjónustunni Íslendingar að missa ekki það sem við höfum ennþá og það er gestrisnin. Þess að útlendingar hafa orð á því að Íslendingar séu gestrisnir. Og við verðum að halda í það, við verðum að halda í þau sérkenni sem við höfum. Þó að gestrisnin sé ekki endilega sérkenni, að þá er það samt þannig að við erum ennþá pínu sveitó og í sveitinni er vel tekið á móti gestum og við erum ennþá þannig að við erum ekki búin að fá leið á ferðafólki sem hefur gest sums staðar erlendis og við verðum að halda í það, það er rosalega verðmætt.